Komið þið sæl, við byrjum hér á að skoða gervitunglamynd sem tekin var nú upp úr hádegi í dag. En það er búið að vera suðvestlæg átt hjá okkur, svona víðast hvar 5 til 13 metra á sekúndu. Þó að stórhöfuðið hafi nú náð upp í tæplega 23 metra, en það er nú ekkert óvenjulegt á þeim slóðum. En það er búið að vera skúrir all víða, úrkomu lítið að þurrt norðaustan til. En hæst fór hitinn í 10,5 stig á Seyðisfirði en svalast það síðan á Vekjurstöðum í Fnjóskadal þar sem frostið fór niður í 8 stig núna í nótt en það er búið að vera víða frostlaust núna í dag. En ef við skoðum hér stöðuna á Norður-Atlantshafi sjáum við hér lægðamiðju vestur af Vestfjörðum og þegar líður fram á kvöldi þá er þessi lægð á leiðinni til austurs sem kemur hér hæðarhryggur inn á landið á morgun en strax annað kvöld þá sjáum við að næsta lægð kemur inn með þó nokkru rigningu sunnan og vestanlands á fimmtudaginn en á hitasviðinu þá sjáum við hér að það er að kólna hjá okkur og úrkoman breytist yfir í slydduél og él hér vestan og norðanlands í nótt en síðan þegar líður á morgundaginn þá hlýnar hjá okkur og þessi hlýi geiri sem við sjáum á myndinni, hann kemur yfir allt landið á fimmtudaginn en þar strax á eftir þá tekur við kalt loft á föstudaginn. En núna í kvöld og nótt þá er vaxandi norðvestanátt og það er 10 til 18 metra á sekúndu í nótt. Í fyrramálið þá gengur í norðvestan hvassviðri eða storm á Austfjörðum og eru gul viðvörun í gildi þar frá klukkan 6 til 10. Þær tímasetningar gætu þetta breyst að gera fylgjast með því en þetta gengur frekar hratt yfir. Við sjáum hér að í fyrramálið þá er búið að stytta upp vestanvert landið og jafnvel farið að rofa til en það er búið að kólna fyrir norðan og í rauninni allt land. Hitatölur eru þetta í kringum frostmark en úrkoman hún er að mestu leyti bundin við norðan og norðaustanvert landið. Við sjáum hér að búið að draga vel úr vindunum fyrir norðan í fyrramálið en það er þó hvasst með austurströndinni og sumstaðar með suðurströndinni líka. En þegar við horfum fram eftir degi á morgun þá sjáum við gula viðvörun rennur út og dregur úr úrkomunni og einnig úr vindinum. Við sjáum hér hæðarhrygginn leggjast yfir landið. Seinnipartinn á morgun þá erum við að horfa á svona suðlæga átt 5 til 13 metra á sekúndu. Einna hvassast með austurströndinni og allra syðst en víða farið að létta til og stytta upp en möguleiki á jafnvel kannski 1 eða 2 éljum á norðaustanverðu landinu á þessum tímapunkti en síðan deyja þau út. Hitatölur eru svona og undir frostmarki en síðan annað kvöld sjáum við hér úr vestri, það er vaxandi sunnanátt með úrkomi annað kvöld og aðfarnótt fimmtudags, byrjar sem snjókoma eða slydda en síðan á fimmtudaginn er þetta talsverð rigning sunnan og vestanlands. Við erum að sjá svona sunnan 10 til 18 metra á sekúndu á landinu. Og norðaustanvert það sleppur ekki við úrkomuna heldur en hér vestur af landinu þá býður kaldari loftmassi eftir að komast inn. Kvöldið á fimmtudagskvöldið þá bætir í vindinn að vaxandi suðvestanátt og kólnar með éljagangi. Á föstudaginn þá er þetta vestan hvassviðri jafnvel stormur syðst og hitatölurnar þar eru þetta og svo undir frostmarki. En éljagangur allvíða þó að Austurlandi muni líklegast sleppa við hann. En á laugardaginn þá hlýnar síðan aftur hjá okkur og við sjáum hér suðlæga eða suðvestlæga átt hjá okkur með rigningu víða land fremst í þessum skilum. Þá er snjókoma og síðan slydda en síðan leggst þetta hlýja loft aftur yfir landið. Þannig að næstu dagar verða nokkrar sviptingar og hleypingar hjá okkur en á morgun þá erum við að horfa á norðvestan 10 til 18 metra á sekúndu í fyrramálið, jafnvel storm á Austfjörðum en síðan þegar líður á morguninn og morgundaginn þá dregur úr vindunum, það léttir til en það varir ekki lengi því að annað kvöld þá kemur næsta lægð úr vestri með hlýtt loft. Við segjum þetta gott í bili, þakka ykkur fyrir og verið sæl.